Við erum komin upp í Borgarfjörð, við ætlum að hitta þær stöllur Önnu og Sigrúnu, en þær eru einmitt konurnar á bakvið hlaðvarpsþættina Þjóðlegið þræðir og núna síðast Myrka Ísland. Við hlustum svolítið mikið á sögur og hlaðvarp, en okkur vantaði íslenskt hlaðvarp bara handverk og eitthvað skemmtilegt svona á okkar áhugasviði. Þetta er Önnu hugmynd, sko. Já, þá sendi ég henni skilaboð og segi ég er með hugmynd og þú ert með. Og svo hittust við nokkrum dögum seinna og hún fékk hvað er hugmyndin? Engu þetta ráðið. En það er okkar svona sameiginlega eigum við þennan handverksáhuga. En svo Sigrún sagnfræðingur og svo gaman að tvinna þetta saman handverk í gamla tímanum. Við tölum líka rosa mikið. Já, og við ættum að vera í útvarpi. Enginn hefur boðið okkur verið í útvarpi, þannig að við redduðum þessu bara. Já. Gerðum þetta bara sjálfur. Og hvað er það sem þið tækið fyrir í þáttunum? Við tökum fyrir handverk í rauninni, við vorum að leggja áherslu á þess að væri vestlenskt, það væri á Dölunum og Snæfellsnesi, Akranesi, það væri svona öðruvísi svolítið. Við hefum svona reynt að blanda, fara svolítið í, að því við erum svolítið gamaldags og það er gaman að lesa það sem var gert í gamla daga og svo fara kannski í hvað er verið að gera úr þessu í nútímanum. En hvernig viðtökur hafið þið fengið? Við höfum fengið mjög fína viðtökur. Það voru alveg 2000 manns að hlusta í hverju viku. Já. Og það er ótrúlega mikið að skrýtnu fólki að núti sem hefur gaman að skrýtnu hluti. Og meiri sé að fólk sem sagði bara ég hef ekkert gaman að handverki en mér finnst gaman að hlusta á ykkur samt. Þannig það fannst mér svolítið skemmtilega. Við reyndum líka að tala þetta eins og þetta væri ekki. Við upplýsingum upp á fólk sem hafði í rauninni ekki gaman að því. Við matreitum þetta alveg. Já. 20 þættir liggja eftir og allir geta hlustað á inn og það er það góða við svona hljóðvörp. Þau eru bara á netinu og öllum aðgengileg. Hvert er framhaldið? Við náttúrulega gátum ekki hætt þarna sko. Þannig að það varð úr að Sigrún vildi gera svolítið fyrir hamfarir Sigrún svona hræðilegir atburðir og eitthvað svona viðbjóður það heillar mig þannig að við héldum áfram með hlaðvarp þetta konsept með að tala saman tvær og Sigrún er að gera handrit af þáttum sem eru hamfaraþættir það er svona það heitir Myrka Ísland það er inni kannski titillinn segir allt það er bara svona Íslandssagan er bara full af hræðilegum hlutum það er bara morð og draugar og álfar og eldgos og pestir og svona þannig að það er að nóg að taka sko. Við erum búin að gera 10 svoleiðis þætti og það er alveg stefnan að gera fleiri, það er endalaust til sko. Hvernig fer upptaka á svona þáttum fram? Þú veist, undirbúið ykkur eitthvað eða bara settist þið niður og eru bara eins og þið eru venjulega tvær að tala saman? Sko þetta var náttúrulega alveg sitt hvor serían sko í þjóðlegum þráðum það er alltaf handrit sko já í þjóðlegum þráðum þá fórum við í heimsókn til fólks og vorum með tækið á ferðinni en núna hittumst við hér og Sigrún er búin að vinna heimavinnuna sína 10 blaðsíðna handrit að minnsta kosti og ég kem með prjónana algjörlega óundirbúin og helst ekki vera búin að fá að vita hvað við eigum að tala um sko. Hún þjónar hlutverki hins óupplýst eða þú veist að því hún er svo óupplýst það hún viti ekki hvað hún er bara með svona venjulega þekking á hlutuna þannig að ef ég klikka á einhverjum upplýsingum þú veist, þú ert ekki búin að kynna þér málið þannig að það er rosalega gott að hún segi býtu hver er þessi aðili þú ert að gleyma gerðan þetta í alvörinni og ég bara já þú veist að því að það er gott að hafa svona samtal það fyrir utan það verður skemmtilegra þetta byrjaði kannski á því að við fórum saman í prjónahátíð í Kaupmannahöfn og vorum svolítið erum að kenna dönum íslenska handverkshefð og að spinna ull og svona þannig að við höfum verið að fara þangað með okkar viskubrunn og sögur af hörmungum já af því að þú veist Danir eru mjög áhugasamir íslensku sauðkindina þessi markhópur sem kemur þetta er náttúrulega sérstakur hópur sem kemur á svona hátíðir, hann hefur áhuga á skrýtnu, þú veist, hann hefur áhuga á ull og hvernig, þú veist, ullarhárin eru samansett og eitthvað svona, þetta er kannski ekki alveg það sem að almenningur hugsaður Sko, annað er náttúrulega, fljótandi dönskumælandi, sko. Og hún heldur, hálftíma fyrirlestur, alltaf, ég er bara eitthvað svona sýningagripur, og spinna með hann, og meðan við erum með glærusjó
Og Segir já og brósir. Ég segi bara já og brósir, einmitt. Anna reytir þessi brandarana og bænda dönskunni sinni. Og þannig að þetta alveg svolítið kynning, sko. Fyrir íslenskan sauðfjárbúskap bara hreinlega. Já, þetta mjög skemmt. Já. Þættirnir eru í hlaðvarpi, hljóðvarpi, ég nota það stundum, fyrir svona bara almenning, hvar þetta aðgengilegt? Hvar get ég nálgast þetta? Þjóðlegi þræðir eru á Kjarnanum sem eru með dálítið stórt hlaðvarp, eða Myrka Ísland það reynda líka. Og þetta á leiðinni inn á Storytel. Fyrsta serían af þjóðlegum þar inni. Já, og svo Myrka Ísland líka bara á Spotify. Mjög einfalt að bara leita að því. Og svo á kvikvi.is hægt að nálgast þættina og lokaþátturinn í seríunum hefur verið í mynd, af því við eigum líka lögmannlegan draum að komast í sjónvarp. Greinilega. Við klipptum kanínu. Já, klipptum kanínu í beinni útsendingu, live á Facebook og vorum þannig að spjalla kanínu og angurfiðu og ræktun og ljúka seríunni og sittum þá í fjárhúsunum hjá Sigrúnu og í seríu 2 þá klipptum við ekki kanínu en við vorum að spinna Þú prjónaðir beint úr Já, ég prjónaði beint úr reifinu. Og við vorum bara, ég man ekki hvað við vorum að tala bara, Nei, við getum alltaf talað Þannig að það líka hægt að sjá okkur. Faster than you can say þjóðlegir þræðir. Kveðja að sinni. 1 klukkutími og nóg. Bara takk í dag. Hár.